Góðir fundargestir, alla tíð höfum við Íslendingar metið frelsi okkar mikils, frelsið til að standa á eigin fótum og ráða eigin örlögum. Í frelsinu felst meira en sjálfstæði þjóðar. Það felur einnig í sig frelsi einstaklingsins til athafna, til að tjá sig í ræðu og riti og til að lifa án óþarfa afskipta stjórnvalda. Þetta frelsi er ekki sjálfsagt. Það þarf að verja á hverjum degi því stjórnvöld hafa alltaf tilhneigingu til að skerða frelsi okkar og lýðræði smátt og smátt, skref fyrir skref. Evrópusambandið hefur ítrekað sýnt að lýðræðisleg áhrif smáríkja eru takmörkuð. Miðstýring eykst og þáttur einstakra ríkja minnkar. Þrátt fyrir að einhverju haldi því fram að 6 íslenski þingmenn af 720 á Evrópuþinginu og sæti við borðið dugi okkur til að tryggja okkur raunverulega áhrif, yrði Ísland eitt minnsta ríki sambandsins og myndi vega 0,1% í atkvæðakerfi ráðherraráðsins. Þetta er ekki sæti við borðið. Það væri nær að tala fótskemil í þessu sambandi. Í júlí sýndi yfirstjórn Evrópusambandsins það svart á hvítu að það lætur ekki lýðræðið þvælast fyrir fyrirætlunum sínum. Nýverið afgreiddi Evrópusambandið framlengingu á Chat Control 1.0 eftirlitslöggjöfinni með umdeildum hætti. Löggjöfin veitir fjarskiptafélögum, tölvupóstþjónustum og samskiptamiðlum heimild til að skima, vakta og tilkynna öll ódulkóðuð samskipti óbreyttra borgara sem kerfin merkja yfir internetið án þeirrar vitundar. Takið eftir, án þeirrar vitundar. Eins og þetta blasir við mér, þá er hér verið að taka upp eftirlitslöggjöf úr handbók alræðisríkja eða hina svokölluðu hugsunarlögreglu úr skáldsögunni 1984 eftir George Orwell. Hér er Evrópusambandið búið að heimila að fylgst verði með samskiptum mínum við vini mína, mömmu og pappa, læknin minn eða aðra. Þetta er allt hægt án dómsúrskurðar og hefur ráðherraráðið viðurkennt sjálft í eigin lagagögnum að hér sé verið að skerða friðhelgi einkalífs og trúna samskipta. En samt fór þessi eftirlitslöggjöf í gegn sem nær til samskipta venjulegra borgara sambandsins. Friðhelgi fólks er að engu höfð. Hugsana lögregla Brussels er tekin fram yfir friðhelgi og frelsi fólksins. Málinu hafði þegar verið hafnað af Evrópuþinginu, en þegar niðurstaðan hentar ekki, er málið einfaldlega tekið upp aftur, setti nýjar umbúðir og keyrt áfram þar til rétt niðurstaða fæst. Það er ekki lýðræði. Það er kerfi sem neitar að taka nei sem gilt svar. Og svo er okkur sagt að sumir séu svo jákvæðir, en við sem hér erum séum neikvæð. En þessi jákvæðni gagnvart því að taka nei ekki gilt nær sannarlega nýjum hæðum. Í þessu kerfi þýðir jákvæður greinilega bara að halda áfram að spyrja þar til svarið verður já. Góðir fundargestir, við erum vissilega ekki stödd í skáldsögu Orwells, en við eigum að taka viðvörun skáldsögunar alvarlega. Eftirlitskerfi sem einu sinni hefur verið komið á fót hverfur sjaldnast aftur. Það sem í dag er sagt vera tímabundið, sjálfviljugt og bundið við þröngt markmið getur á morgun orðið varanlegt, sjálfvirt og notað í allt öðrum tilgangi. Frelsið glatast sjaldnast á einu áhlaupi. Við Íslendingar getum verið ósammála nánast allt. En við virðum lýðræðið og við berum virðingu fyrir frelsi
og einkalífi hvers annars. Því eigum við ekki að fórna. Mér langar að nefna eitt að lokum. Nú hamrað á því að þessi vegferð sé fyrir unga fólkið, æsku þessa lands og komandi kynslóðir. Í mínum huga er það öfugsnúið. Ungt fólk á Íslandi hefur aldrei haft fleiri tækifæri og heimurinn hefur aldrei staðið okkur jafn opinn. En það sem Evrópusambandssinnar minnast aldrei á þegar kemur á æsku landsins og komandi kynslóðum Íslendinga er sú staðreynd að skuldabaggi Evrópu mun lenda á okkur. Nú tala frönsk stjórnvöld fyrir því að fara að gefa út sameiginleg skuldabréf fyrir sambandið. Hvernig skyldi nú standa á því? Jú, franski ríkissjóðurinn hefur ekki verið rekinn með afgangi síðan 1974. 1974. Í 52 ár hefur franska ríkið verið rekið með halla. Á síðastliðnum 50 árum hefur ítalski ríkissjóðurinn verið rekinn með halla í 49 ár og sá spænski í 47 ár. Lífeyrisskuldbindingar þessara þjóða hrannast upp og á endanum verður það vandamál allra ríkja Evrópusambandsins að takast á við þann vanda. Kannski mun það ekki hafa áhrif á lífeyrisgreiðslur mömmu og pappa, en það mun hafa áhrif á lífeyrissjóðinn minn og komandi kynslóða. Það mun koma í okkar hlut að takast á við uppsafnaðan skuldavanda og ofeyðslu stærstu ríkja Evrópusambandsins og við því segi ég nei takk. Kæru fundargestir, forfeður mínir voru sjómenn og bændur. Guðjón afi minn var hákarlasjómaður, en hann fæddist undir dönsku krúnunni en lést í sjálfstæðu og fullvalda landi. Líkt og forfeður mínir sé ég tækifærin hér á Íslandi. Ég sé tækifærin á Austfjörðum og þau ótal tækifæri sem við unga fólkið getum skapað. En ég trúi því ekki að lausnin felist í því að framselja löggjafavald, framkvæmdavald og dómsvald til erlendra stofnana. Lausnin er að við, unga fólkið, fáum að ráða okkar eigin örlögum og marka stefnuna fyrir Ísland. Kynslóðirnar á undan okkur börðust fyrir rétti Íslands til að standa á eigin fótum. Þær færðu okkur frelsið til að móta eigið samfélag. Við eigum ekki að vera kynslóðin sem afhendir það öðrum. Við eigum að vera kynslóðin sem varðveitir það, styrkir það og skilar því áfram til þeirra sem koma á eftir okkur. Framtíð Íslands á að vera í höndum Íslendinga. Áfram Ísland!